Já, við höldum áfram að tala flóttamannamál hér við Rauðaborðið, enda þetta stór mál og mikilvæg mál. Við munum verða það lengi og hafa verið lengi. Og þegar að samfélög velta fyrir sér stóru málum til þess að taka afstöðu stefnuna og hvernig þau hegða sér, þá oft hort til sögunar. Og Páll Baldvin Baldvinsson hefur skrifað sögu stríðsárin á Íslandi og þar meðal annars kemur fram frásögn af því hvernig Íslendingar tóku á móti flóttafólki í seinni heimsstyrjöldinni, fyrst og fremst kannski gyðingum sem að hingað voru að leita að skjóli og vernd en fengu í flestum tilfellum. Páll Baldvin, má ég kannski byrja að spyrja þig er það mikilvægt svona í ljósi svona atburða dagsins og þeirra svona spurningar sem að samfélagið stendur frammi fyrir varðandi móttöku flóttamanna að horfa til sögunar sem eigin sögu? Já, það er mjög mikilvægt. Það er mjög mikilvægt að við gerum okkur grein fyrir því að upphaflegi flutningurinn hingað norður á þessu óbyggðu eyju, hann byggðist náttúrulega af fólki úr ýmsum samfélögum, af eyjunum í Írlandi sérstaklega, á ákveðnum svæðum á Englandi og Noregi og jafnvel Svíþjóð. Það er ástæða fyrir Íslandi sérstök menning. Já, við eins og Jón Múli sagði við konuna sem spurði hvers vegna við ættum að hlusta á innfluttan jazz. Og Jón svaraði bara að við erum nú öll innflytjendur. Og það má segja það að okkur við setjum okkur mótið svo þröngt vegna þess að það hendar skammtíma hagsmunum þeirra sem stjórna umræðunni að horfa á mjög þröng tímabil. Við verðum til dæmis að horfast í augu við það að það eru á síðmiðöldum og eftir 1500 þá er mjög mikið af útlendingum hérna. Það eru Norðmenn hérna, það eru Þjóðverjar hérna, það eru átök milli Þjóðverja og Breta, það eru Hollendingar á hverju einasta sumri í kringum allt landið. En þetta skipta Íslandssögunni niður í ensku öldina og þýsku öldina og þarfandi göttunum. Og síðan náttúrulega dregur þegar að siðaskiptin verða, þá dregur mjög úr því að hingað sé að koma fólk nema bara þeir sem voru hreinlega ráðnir hingað sem embættismenn og voru þá bara keyptu sér embætti hérna vegna þess að þeir ætlaði að móka peningum og fara með það aftur til Kaupmannahafnar og koma undir sér fótunum þar. Og það minnstur heldur lengi áfram, það heldur alveg áfram meðan að konungsdæmið stendur alveg fram til 1918. Að það fullt að driftugu fólki, Norðmönnum, Þjóðverjum, Hollendingum, Dönum náttúrulega, frá öllum hlutum Danmerkur sem að var náttúrulega ekki svona einlitt land eins og við höldum að það hafi verið. Þannig að það alltaf dálítið af fólki sem að koma hingað og meðan að konungsveldið stendur að þá geta þeir komið hingað og hafi hérna atvinnurekstur. Og það Nathan og Olsen, Soegarnir, þetta allt saman fólk sem komið af innflutt mönnum sem að flytjast hingað Storr. Ef að farið yfir innkaupalistan á bréfum sem selt voru í Íslandsbanka mjög nýlega, þá má rekja sumar fjölskyldunar alveg 200 ára aftur í tíman. Þetta fólk fór úr heimahögum sínum vegna þess að það hélt að það gæti náð betri stöðu annar staðar. Það voru efnahagslegir flóttamenn. Norðmennir sem koma hingað í kringum síldina, það allt saman efnahagslegir flóttamenn. Vegna þess að það heldur að það sé betra að vera hinum megin við hafið og koma inn í samfélag þar sem að það getur byrjað upp á nýtt. Og Ísland byggt upp af fólki sem heldur að sé betra að búa hér. Basically. Og svo víkur sögunni að það verða alveg gríðarlegar á 19. öldinni, fyrri hluta 19. aldar, það verða alveg gríðarlega átök í Evrópu. Og við erum meiri segja og við höldum alltaf að fréttamiðlun á fyrri helmingi 20. aldarinnar að hún hafi verið rosalega slögg en hún var það ekki. Við getum lesið til dæmis mjög nákvæmlega allan aðdragandan að því að nasistaflokkurinn nær tökum í Þýskalandi. Við getum lesið í næstum öllum blöðum
dagleg fréttaskeyti frá Evrópu það hvernig það þrengt að gyðingum á þýska málsvæðinu öllu og hvernig hægt og rólega þeir eru sviptir borgaralegum réttindum og nasistaflokkurinn náttúrulega þegar hann fer á stað eftir sinn svokallaða sigur að þá ræðst hann fyrst af öllu á verkalýðshreyfinguna og náttúrulega sósíalista. Þannig að fyrstu flóttamennin sem fara að reyna að komast til Íslands fyrir stríðsbyrjun og seinna stríði, það eru kommunistar, kratar og aðeins í bland gyðingar, en fyrst og fremst fyrsti hópurinn sem kemur hingað og leitar hérna skjóls, hann kemur aðallega í gegnum Danmörku og hann kemur hingað fyrst og fremst fyrir atbeina sósíaldemokrata og sósíalista í Kaupmannahöfn. Þannig þess að þeir hafa beinan aðgang að kerfinu, Stáning forsætisráðherra og það eru meiri sig að koma hingað með meðmælabréf frá Danmörku, koma menn með uppáskrift frá forseta danska þingsins. Menn sem að hafa þannig pólitísk tengsla, þeir geta farið og grátbeðið einhvernum að senda, vegna þess að landið í rauninni lokað. Þú getur komið hingað sem ferðamaður en þú verður helst að hafa þá vísan samastað þar sem þú getur gist eða uppáskrift frá atvinnureikanda sem að vil fá þig í vinnu. Eftirlitið ekki strangt fyrir stríð þannig að hingað að koma menn og leita sumir hverjir til einhverja sem þeir kannast við eða þekkja sem segja við að ég get komið þér í vist hjá bónd upp í Borgarfirði. Það ein saga af strák sem hann flýr hingað vegna þess að hann er sósíalisti í Hamborg, hann kemur til Reykjavíkur, hann leitar til Björns og Galtafelli af öllum mönnum sem hann var íhaldsmaður og auðmaður og Björn útvegar honum vist 1935 upp í Borgarfirði og hann þar vinnumaður í 5 sumur og hann lætur sér ekki detta í hug að fara til Reykjavíkur fyrir 10. maí 1940 og gengur beint í flassið á breskum herflokki og náttúrulega vegna sögu sinnar og stöðu þá fær hann strax leyfi, tímabundið leyfi, allt sem hann tímabundið leyfi. Þegar þeir koma hingað, þegar Robert Abraham Ottoson kemur hingað, þá það á tímabundnu leyfi og það fyrst og fremst í gegnum tengsl við róttæklinga reyndar kommunista og tónlistarfólk og gyðinga í Kaupmannahöfn. En hvernig tekið á móti þessu fólki? Þú nefndir þarna dæmi einn mann, en hvernig svona almennt tekið á móti flóttafólki snemma á næstatímanum? Almennt má segja það að það haldin ráðstefna að kröfu Roosevelts í Evian í Frakklandi sumarið 1938. Það 21 land sem að taka þátt í henni. Hún fyrst og fremst haldin til þess að taka á þessu flóttamannavandamáli sem sem sagt hundruðir þúsunda gyðinga sem að reyna að komast út úr Þýskalandi. Vegna þess að aðstæðurnar orðnar algjörlega óbærilegar fyrir þetta fólk. Það hefur ekki atvinnufrelsi, eignir eru teknar af því, það ofsótt og fangelsað og hugmyndin sem sagt þrælabúðir, hún farin að skjóta rótum. Þrælabúðirnar höfðu þá verið reknar í nokkur ár en höfðu aðalega verið notaðar sem sagt fyrir andfélagslega sinnað fólk. Það að segja kommunista og sósíalista. Og fatlað fólk. Já, pólitískar fangabúðir. Svo kallar glæpamenn. Já, nema það að Evian-ráðstefnan hún náttúrulega leit mjög til þess sem að þjóðabandalagið hafði náð fram á árunum eftir 1920 að þegar það var gríðalegt flóttamannavandamál í Evrópu og hundruður þúsunda voru á vergangi. Bæði fólk sem var að flýja frá Rússlandi og borgarastyrjölduna þar og fleiri svona ófriðarbál, lítil ófriðarbál sem að voru í gangi víðum álfuna. Og það endaði með því að Friðþjóf Nansen tók að sér að reyna að koma einhvernum skikk á þessum mál og fekk til þess í rauninni alþjóðlega sveit á vegum þjóðabandalagsins og gaf út svokallaðan Nansen-passa sem að var þannig að ef að fólk var komið með Nansen-passa þá gat að farið á milli landa. Það var ekki varnarlaust gagnvart yfirvöldum.
En notkun þessara passa, þetta var náttúrulega illa séð af mörgum þjóðum og það var í rauninni útgáfu þeirra er hætt áður en að þessi stóri vandi er komin upp í Þýskalandi. Og ef í hann ráðstöfninni þá er úthlutað kvótum, þjóðir taka að sér, rétt eins og nú, að taka við tilteknu magni af flóttafólki frá hinum og þessum löndum. Bandaríkjamenn ætlaði að taka 400.000 gyðinga og það uppgötaðist ekki fyrir en langt var liðið á stríðið og það var skrifstofumaður í utanríkisráðuneytinu ameríska í Washington sem hafði sett þröskuld á það allt saman þannig að það komst engin vestur. Evían hins vegar okkar fulltrúi þar var Jón Krabbe, Sveinn Björnsson komst ekki þangað niður eftir. Og Jón Krabbe var starfandi rauninni í utanríkisráðuneytinu danska og þetta var síðan tekið upp á samnorrænum vettvangi 1939 að þá eru ráðuneytisstjórar utanríkisráðuneytana á öllum Norðurlöndunum sem að hittast í Svíþjóð og það er búin til stefna þar sem að er látin ganga bara yfir öll Norðurlöndin. Við hleypum engum inn. Og þá náttúrulega hefst stríðið á mörgum stöðum í rauninni í hafnarbæjum sérstaklega vegna þess að það eru flugið er ekki orðin einn flutningsmåti og menn eru að fara á skipum og döllum milli landa til þess að komast í skjól. Svipaði núna á Miðjarðarhafi og Ermarsund og víðar. Það er bara nákvæmlega sama saga nema að þetta fólk er að fara með fraktskipum. Og þá er það náttúrulega spurningin hvernig er vörnin í landinu, í móttökustöðinni, hvað er tollurinn sterkur til þess að stoppa menn. Og við bjuggum náttúrulega við það að skipaferðir voru svo strjálar. Þannig að þú gast ekki sent mann samdægus eða daginn eftir, þú gast ekki sent hann á landi. Þannig að hingað safnast á hópur af fólki, mest frá Þýskalandi, og þýskumælandi héruðum alveg suður til Tékkóslóvakíu og niður til Ungverjalands. Fólki sem að átti í rauninni ekkert skjól hafði sumt hvað einhverja kontakta inn í landið og það gerist með mjög margt af því sem kemst inn og kemst í gegn að það er fyrst og fremst vegna þess að það er einhver íslenskur, það er einhver maður sem að gengur fram fyrir skjöldu og segir ég ábyrgist þetta fólk. Ég skal veita því húsnæði, ég veiti því vinnu, þið þurfið ekki að hafa áhyggjur. Og þetta fer algjörlega yfir á persónulegan level. Það er Hermann Jónasson sem að er þá með utanríkismálin og það eru til fullt af umsóknum og bréfum upp í Þjóðskjalasafni, þar sem það eru hátt í 100 umsóknir sem hann hafnar alveg skilyrðislaust og skrifar bara á rauðum blýjandi á umsóknina hafnað en svo náttúrulega fær hann á bakið á sér einstaklinga sérstaklega þá sem að störfuðu í friðarfélaginu sem að hafði verið stofnað til þess að halda innanlands uppi hugsjónum og hugmyndum þjóðabandalagsins. Stefán Jóhann var formaður í því félagi, Guðlaugur Rósenkrantz var ritari og Arnheiður Sigurðardóttir var þar í stjórn. Hún er þráfallega komin inn á skrifstofu til Hermanns Jónassonar, hún var flokksystir hans. Á sama hátt þá greiðir Stefán Jóhann fyrir fólki sem að færa komin í landið. William Beckmann er nú kannski frægasta dæmið sem að kominga og svaf hér á Arnarhóli fyrstu nóttina áður en hann fann skrifstofur Alþýðuflokksins. Og var settur í það að búa til plaggott fyrir Alþýðuflokkin í kosningum og settist hér að og var góður og gegn þegn. En svo eru náttúrulega hinn tilvikin þar sem við erum með hundruður nafna, átakanlega lýsingar, þar sem að fólk er að gera grein fyrir því að ég er rafvirki, ég verði í kvikmyndaðinaðinum, ég er glerframleiðandi, ég er eitthvað efnaðarstofu, ég er tannlæknir, ég á svona mikla peninga. Ég get komið inn, ég get lagt inn á íslenskan banka og svo framvegis. Það sem að fólk er að reyna að búa sér til einhverja efnahagslega fótfest í samfélaginu, en reglan er bara þessi, enginn fær að fara inn. Enginn fær að fara inn.
Og eina leiðin til þess að komast inn að vera með tengsl við ykkur Íslendinga sem að fá jáið. Þannig að allir sem eru á biðstofunni, þeir fá bara automatískt nei. Og eins og oft reyndar í íslensku kerfi, þá ég segja nú stundum bara hringdu beint í fremdæðin, ekki vera á biðstofunni, því það alltaf nei. Kerfið virkar raunverulega svoleiðis. Og við vitum, við höfum allar þessar umsóknir sem eru til á Þjóðskjalasafninu. En það seinna stig vegna þess að áður en að það gerist, þá búið að sækja til ræðismannsins í viðkomandi landi. Við höfum ekkert aðgang að þeim gögnum. Þau okkur ekki bær. Þannig að við vitum í rauninni ekki hvort að við erum að tala 100 eða 1000. Og svo getum við náttúrulega út frá bara henni ótrúlegu veraldarvefs væðingu allra upplýsinga. Sérstaklega að hafa náttúrulega Yad Vasem í Jerúsalem og sjóastofnunin í Bandaríkjunum, þær eru bara með listana yfir alla sem að voru sendir og við getum bara séð, já, þessi fór í dreplinga, nei, hún var drepin í Auschwitz upp á dag. Þetta fólk sem að leitaði hæli í sér. Þannig að íslensk stjórnvöld hefðu, ef ekki hefðu verið þessi rauði blýjantur í hendi ráðherrans, að þá hefðu við getað bjargað þessu líf og líklega miklu fleirum. Já. Forsendurnar fyrir því að íslensk stjórnvöld ákveða að gera það ekki. Hvað liggur þar að baki? Forsendurnar fyrir því að íslensk stjórnvöld og reyndar stjórnvöld á öllum Norðurlöndunum taka þessa sameiginlegu ákvörðun að við erum ennþá að kljást við atvinnuleysi. Það gríðarlega mikil stór varnargarður sem stéttarfélögin hafa byggt. Gott dæmi það það að það vantar sjúkrahús á Akureyri og þar Vilhjálmur Þór ráðandi öllu í bæjarfélaginu og IKEA og hann unir því ekki en hann fær enga hjúkrunarkonu til að vinna á Akureyri. Þannig að hann náttúrulega tala bara við kaþólikkan og segir, getið þið ekki út við okkur hjúkrunarkonur eins og hafa verið að reka franska spítalan á Reyðarfirði og Landakot í Reykjavík, getið þið ekki fengið bara einhverjar útlendarkonur til að koma hingað sem eru með hjúkrunarmenntun og hvaða félag stendur mest gegn því? Það félag hjúkrunarkvenna á Íslandi. Alveg eins og það að koma hingað til þess að hægt sé að halda uppi dansmúsík á veitingastöðunum, þá verið að flytja en erlenda tónlistamenn. Hvaða stéttarfélag stendur gegn því? Það félag íslenskra hljónlistamanna. Og svo framvegis. Þannig að það viðtekin hugmyndum að innflytjendur ræni okkur störfunum. Já. Það ein það búi ekki til störf, heldur þess að störfin séu takmarka auðlind. Og síðan ekki bara það, þeir tæki líka frá okkur húsnæði. Við erum með nákvæmlega sömu aðstæður eins og voru 38, 39 og 40. Það húsnæðisskortur í Reykjavík. Hvað við að flytja inn eitthvað fólk sem að verður bara byrðu okkar samfélagi, talar ekki okkar mál og tekur frá okkur bæði vinnuna og húsnæði. Þannig að þar þetta fordæmi algjörlega liggur ljóst fyrir. Og en við þekkjum örlög þeirra sem að fengu nei og vitum að mörg þeirra voru bara drepin í lífi. En þú nefndir áðan að það hefur komið hérna nokkrir, sérstaklega fyrir stríð sem hafa sluppu inn. Já, við þekkjum líka áhrif þeirra á Íslands samfélag. Kanntu að segja frá því? Já, þá má náttúrulega segja það að frá því að menn segja sem svo að það sé konungskoman 1907 og konungskoman 1921 sem hafi haft algjörlega mótandi áhrif á íslenskt tónlistarlíf til okkar daga. Vegna þess að það var ekki hægt að manna hljómsveitin til að spila fyrir kongin í veislunni. Og það þurfti að flytja, kaupa, sem sagt, lausa menn frá Þýskalandi til að koma að fylla hljómsveitina. Og sama gerist fyrir alþingishátíðina 1930 að þá Frans Miksa kominn til landsins og farin að stjórna hljómsveit Reykjavíkur og hann segir, ég get ekki spilað þessa músíka til Pál Ísólfsson nema ég fái bara, við verðum að flytja inn menn til þess að manna hljómsveitina. Og þannig verður það að það kemur hingað til landsins hópur af mönnum sem að vinna hjá tónlistafélaginu þegar það stofnað sem verður grundvöllurinn fyrir tónlistaskólanum, sem verður grundvöllurinn fyrir hljómsveit Reykjavíkur, symfóníuhljómsveit Reykjavíkur, symfóníuhljómsveit Íslands, öllum þeim sem eru vinnandi á öllum vínveitingastöðum í bænum.
Það allt saman útlendingar sem að bera þessar hljómsveitir uppi, en þess að við erum ekki búin að mennta fólk til að geta tekið flautuna eða blásið í saxan. Okkur vantar mennta fólk. Þetta innflutt menning sem leggst yfir íslensku, ég veit ekki hvað það var, rímlega kveðskapur. Helvíti symfóníuvælið og sálmasöngin. Já. Þannig að það eiginlega bara innflutt menning. Já. Og svo getur fólk veltið fyrir hvort það sé skadað því eða ekki. Já. Því að nú munum við ekki vera að tala menningarlega áhrif af innflytjendum, meðal annars á íslenskuna og eitthvað. Já. Þannig að tónlistin eiginlega skýrasta dæmið. Tónlistin skýrasta dæmið það, menntunin í myndlistin skýrasta dæmið það fluttur hingað inn, Lúðvík Guðmundsson sem var að mörguleyti merkilegu maður og var guðfræðingur og stofnaði Handíðaskólann í Reykjavík. Hann var í vandræðum með mann til þess að kenna og hann hafði verið í Þýskalandi og hafði sambönd í Þýskalandi og hann fór út í Þýskalands og hann náði bæði í náttúrulega Edelstein og svo náði hann í Kurt Sýr og Kurt Sýr kom og var hér frá 1938 til 1950 og það heil kynslóð af fólki sem fór í gennum myndlist á Handíðaskólann sem að lærði sitt hjá honum. Hann kendi kennarunum að kenna, hann kendi krökkunum að mála og teikna, hann rak mjög róttæka og merkilega stefnu og hann bjóð til íslenska myndlist. Það bara svo einfalt. Og sama má segja tónlistarskólana og Edelstein. Já. Ok, nú við færum okkur í daginn í dag að því ég spurði þig hvort að sagan skiptir máli. Og nú gæti einhver sem að hlusta á okkur að þetta er að taka svona dæmi úr sögunni fólk sem haft jákvæð og góð áhrif á Íslands samfélag. Fólkið sem verið að vísa út á götu núna, Útlendingastofnun að henda út á götu, að þetta ekki stífmenntað menningarfólk úr mið-evrópskri kultúr, heldur þetta bjargarlaust fólk úr fátækulöndum. Já, sko, þegar ég við nám í London 1981 til 83 þá birtist í Guardian helgarútgáfu lítil grein aðbúnað í höfnum á Suðurströndinni, Suðurströnd Englands. Þangað sem fólk núna að róa yfir á björgunarbátum. Og það var sem sagt yfirmaður úr lögreglunni sem sagði það að eftir 20 ár skulum við gera okkur grein fyrir því að þetta verður stórkostlegt vandamál. Það að koma bylgja af fólki sunnanað og hún mun gera hvað sem til þess að komast í öruga höfn og í sæmileg efnahagsleg gæði. Fólk kemur til með að fórna lífi sínu. Þetta var 1980. Og síðan hefur við náttúrulega séð hvernig þetta hefur aukist vegna óáran sunnar í álfunni, uppskerubrestur, óöld, meira minna fjármögnuð af vestrænum þjóðum sem eru að fyrst og fremst að reyna að komast yfir gæði lands í námum og landi. Það verður til þess að fólk flýr alla leið niður í miðju Afríku. Menn að ganga yfir Sahara-eyðimörkina og það gerir enginn að ganni sínu. Og við erum að fá alveg eins og var náttúrulega ákveðnu tímabili í sögu Þýskalands á velferðarárunum þar og þá erum við að þar var hleypt inn tyrknesku vinnuafli þannig að það væri hægt að manna verksmiðjurnar. Og við sjáum það á Pólverjunum sem höfðu nú til dæmis staðið fyrir rauðrófu hirðingunni af dönskum ökrum allt framundir seinna stríð sem var bara grundvöllurinn fyrir dönsku samfélagi, annars hefði ekki verið framleitt kjöt og ekkert útflutt. En við erum að sjá það... Og ekki beikonbarónar á Íslandi. Við erum að sjá það að hingað að koma fólk, það ég held að það sé ekki til upplýsingar það, en við vitum það að hluti af því hámentað, við vitum það að hluti af því ungt og ómentað og bara með grunnmenntun,
og við vitum það að það einhver hlut af því alls ómenntaður. Og það að reyna að finna sér einhverja forsendur fyrir að lifa og ná einhverju þroska í samfélagi sem því vinveitt. Og það á elliheimilunum, það á sjúkrahúsunum, það að þrífa. Það eru störf sem að okkar fólk telur sig ekki þurfa að vinna lengur, að þrífa undan sér skítinn og foreldrum sínum á elliheimilunum og hinum sjúku. Og okkur vantar þetta fólk. Þetta tvískipt, það annars nú að vitna í gríðarlega fólksflutninga frá Austur-Evrópu til Íslands. Það voru þjóðskrár að senda núna, gera einu sinni í mánuði fjöldi erlendra ríkisborgara á Íslandi eða bara landsmenn skiptir eftir ríkisborgarrétti og þá eru hlutfall erlendra ríkisborgara komið upp í 18%. Af landsmönnum í dag að þá eru tæplega 12% íbúana með ríkisborgarrétt í fyrrum ríkjum Austur-Evrópu. Þannig að þetta langstæðsti hópurinn hingað að koma til vinnu. En fólki sem Útlendingastofnun að henda út á götu ekki á Austur-Evrópu. Það fólk úr Norður-Afríku. Já, það Norður-Afríka. Afríka, sunna Sahara, fyrst og fremst. Já. Hver eru líkindin með þessum neyjum sem þetta fólk að fá og þeim neyjum sem að þú lýstir að Hermann Jónasson hefði skrifað með rauðu? Já, grundvöllur náttúrulega miklu leyti fyrir því að þú ert að segja nei við mann frá Afríku eða Miðausturlöndum eða Afganistan það að hann náttúrulega litaður. Það þessi djúpstæði rasismi í íslenskri þjóðarsál sem að hugsa með sér. Já, nei, þá viljum við ekki hingað inn. Heldur það hafi spilað inn hjá Hermanni að stór hluti þeirra sem sækjum voru gyðingar sem höfðu raunverulega sömu stöðu á þessum árum og fólk frá Afríku hefur í dag í Evrópu. Það var litið á það sem fólk sem væri ekki að fullkomnuleyti fólk. Sumir af þeim höfðu það. Sumir af þeim voru alveg sýnilega lágstéttar fólk, handverksmenn. Aðrir voru með millistéttarstatus og það var jafnvel yfir í það að veru auðmenn sem að sóttu hingað Það ágætis umsjón sem skrifað á Ritz í París til dæmis, en hann var ekki ódýrt hótel á þann tíma. En ég held að þessi kynþátta andúðar partur af íslensku þjóðsálunni, hann til dæmis ræður því þegar að Hermann gerir samningin við sendiherra Bandaríkjanna hér í höfninni 1941, rétt áður en að herskipin koma með flotan, að þá gerir hann samkomulag og það fyrst og fremst þess að þjóna opinskátt einum þingmanni Framsóknarflokksins það að það verði þeldu ekki menn í varnarliðinu. Og sú regla gilti? Sú regla gilti áfram, henni haldið áfram með ítarlegum hætti strax 1951 þegar það eru sett verulegar ferðahamlanir á setulismenn og þeir raunar bara lokaðir inn í stórri girðingu á Miðnesheiði og ég held að þetta sé bara það. Við erum í grunninn svo miklu rasistar Það búið að innræta okkur það alveg og ennþá að vera að segja okkur það að við séum best í heimi í stórasta landinu og allt það og við náum heims árangri á þessu svið og hinu sviði sem bara svona þjóðrembu áróður sem að dynur á öllum og styrkir þá tilfinningu að hingað eigi enginn að koma. Nefn að borgi fyrir það sem túristu og kemur með þetta tilbaka. Nú þetta sömuleyti þekkt saga að Íslendingar hafi neitað gyðingum sem að hér leituðu skjóls frá ofsóknum landvist. Finnst þér að stundum sagt að þjóður þurfa að gera upp svona við sögu sína? Finnst þér að við eigum að gera upp við þetta og viðurkenna eins og þú segir að þarna út af rasískum sjónarmiðum að þá höfum við sendt fólk í opindauðan vegna þess að við gátum ekki flokka það sem fullgildar manneskjur sem hættu rétt á lífi og frelsi. Ég held að eina ástæðanum fyrir því að það hafi ekki verið gert upp árin þannig rétt fyrir seinni heimsstyrjöldunum sé það að það var notað í pólitískum tilgangi
bæði af sósíalistum og sjálfstæðismönnum. Það var notað sem hnútasvipa á Hermann Jónasson sérstaklega og var þá ekkert lítið til þess að hann satt í ríkisstjórn með Ólafur Thors, skilur. Það hentaði bara og svo arfleið hefur lifað áfram. Þetta var sameiginleg pólitísk stefna allra flokka nema sósíalistaflokksins og hann tók í rauninni ekki neina verulega aktífa andstöðu gegn þessu ástandi fyrir að það hentaði til einhvers uppblástus. Við getum eiginlega ekki bent á einn Íslending sem að gerði það. Nei, ég held að þetta hafi verið í raun og veru mjög algengt viðhorf. Það naut stuðnings megin frá almennings og ekki andstöðu sýnilegrar neinstaðar. Nei. En það er öðru í sig núna. Nú er meiri andstæða við stefnum. Já, núna er andstæða komin og við erum náttúrulega komnir í þessa skelfilegu klemmu sem að er vegna laga sem að fór í gegn með þingminnihluta. Já. Og við erum ennþá með sameiginlega einkenni eins og það að við viljum ekki fá fólk inn í landið og við viljum koma þau út úr landinu við fyrsta tækifæri. Við viljum ekki láta það fá aðstöðu til þess að vinna fyrir sér. Það fær ekki atvinnuleyfi. Þannig að allir tálmannir eru settur upp sem að voru nákvæmlega sömu tálmannir sem að voru í gildi 1938. Þannig að þú fékkst raunverulega ekki innkomin í landið. Nei. Og kennitalan og dvalarleyfið er lykillinn að því, þú getur ekki leigt húsnæði, þú getur ekki unnið, þú getur ekkert gert, þú ert eiginlega sett upp bara undir brúna. Já. Það er pólitísk stefna. Já. Og sem er svo sama og var. Já. Og ég held í raun og veru, það eru ekki fáanleg gögn það. Þau eru ekki til. En eftir að útlendingaeftirlitið, eins og það hét, útlendingaeftirlitið sem var einn maður sem var starfandi hjá lögreglunni í Reykjavík. Og að þá var það þannig að það voru fyrst og fremst tollverðinni sem sáu til þess að fólki voru ekki leyft inn. Og einhver tíman sá ég kvót frá eldri tollverði sem að var að fagna því að það var nú verið að setja einhverjar hömlur á það að fólk geti komið hingað til landsins. Þar sem að var að blessa tollarana í Keflavík fyrir það að hafa þegjandi og hljóðalaust séð það að þessi vandi hefði ekki komið upp og orðið opinber löngu fyrr. Og þá erum við að tala árin fyrir 1950 og alveg til 1980. Þannig að ég hef grun það að þetta hafi verið innan stjórnkerfisins. Og óskrifaðar reglur. Óskrifaðar reglur. Við hleypum ekki fólki hingað inn. Nei, og allra síst fólk sem er öðru í svo litin eða... Já, eða þú veist, öðrum deildum. Bera gyðinglen upp eða eru með bogið nef. Herðu það, því ég er nú að fá þig til þess að rifja upp söguna, að nú er talað skaðsemi innflytjenda. Hallvin og hlera, ég er endirreitar við Helen Ólafsdóttur í gær, þar sem hún hrakti nú mikið af þessum hugmyndum að það væri verið að taka vinnu frá almenningi eða og mikill kostnaður, við ættum ekki efna á þessar efnaðslegu forsendur. En kanntu að finna eitthvað þar í sögunni, að þú fórst nú alveg til landnámsaldar. Kunnu getum við fundið eitthvað í sögunni sem að réttlætir afstöðu þeirra sem eru mjög á móti því að við tökum á móti innflytjendum og flóttafólki? Er eitthvað dæmi í Íslandssögunum það að flóttafólk eða innflytjendur hafi valdið miklum skaða í íslensku samfélagi? Nei, þvert á móti. Það er alveg augljóst mál ef maður skoðar til dæmis 15. öldina, 16. öldina og 17. öldina að sú afstaða bænda og innlendra yfirvalda í landinu að það eigi ekki að leyfa vetursetu á verstöðum og í kaupstöðum sem þýddi það að þegar að sumarvertíðin var búin og haustskipin voru að fara þá þurfti erlendi verslunarmaðurinn með alla sína þjóna og fjölskyldu jafnvel að pakka öllu saman og læsa húsunum og fara með skipi heim og koma síðan aftur í byrjun sumars með næsta vörufarm. Ef að það hefði ekki verið, þá hefði byggðaþróun á Íslandi
verið miklu hraðari í það að færast öll til strandarinnar og hér hefði risið upp á mörgum stöðum mannvænleg þorp 100, 150, 200 árum áður en að það gerðist bara vegna þess að yfirvöld óttuðust að það væri slæmt að fá hingað erlent fólk. Og Íslendingar hefðu nýtt auðlindir hafsins miklu fyrr Já. og þegar maður voru á þessum árum og árunum þarna eftir þetta voru nýttar umlega til að byggja upp blómlega byggð í Baskalöndum, Brettanskaga Já. og víðar Já. á Íslandi. Svo ekki sínum talað Holland. Já. Herðu, gaman að fá þig hingað Baldvin til að spjalla þetta. Jú, þetta hafi ekki verið mjög leiðilegt hjá Gunnar minn. Nei. Ég hefði gaman að því. Ég hefði bara með eini mælikvarði sem ég hef hérna í stúdíunum. Gott.